Já, komið þið sæl. Hér er að fara í loftið þáttur númer 2 af baráttanum Ísland. Ég heiti Þorgrímur Sigmundsson og er þingmaður fyrir Miðflokkin og með mér er Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og varaþingmaður Miðflokksins fyrir Suðvesturkjördæmi. Komdu sæl, Eiríkur. Já, blessaður, Þorgi minn. Tóki minn. Nú rennum við aðeins í svona, hvað ég var að segja, reynum að gefa svona mannamáli þokkalega upplýsingar hvað Evrópusambandið er Já, og tökum fyrir svona afmarkaða þætti í þessu. ætlum að reyna það. Og ég væri ekki bara sniðugt Eiríkur að byrja kannski bara á því að þú færir aðeins yfir bara hvað er Evrópusambandið og svona sögun á bak við það. Já, þegar stótt er spurt. Já, hvað er Evrópusambandið, sko? Það er auðvitað margt, sko. En það er kannski hægt að lýsa Evrópusambandinu dálítið einmitt í gegnum söguna. Því að má segja að Evrópusambandið byrji í raun og veru með svokallari Schuman-yfirlýsingu sem er frá 1950 og á grundvelli hennar eru það síðan 6 ríki sem að stofna stál- og kolabandalag Evrópu 1951. Þessi Schuman-yfirlýsing er í raun og veru mjög merkileg og svarar leið, sko, hvað í raun og veru ESB er, vegna þess að það hefur alltaf verið markmiðið með Evrópusambandinu í raun alveg frá upphafi að það yrði á endanum það sem við köllumst Evrópskt sambandsríki eða Federation, þó að það hafi vissulega ekki byrjað alveg þannig, sko. En saga Evrópusambandsins er einmitt sagan þessi litlu skref í átt að þessu federalíska sambandi, ríkjasambandi. Þar sem að yfirþjóðlegt vald tekur við og í raun og veru forfeður Evrópusambandsins eru mjög þéttir á því að það eigi að vera loka skrefið, að í raun og veru sé skattlagningarvald og utanríkis- og öryggismál líka þarna til staðar og í raun og veru eigi Evrópusambandið að svona nánast snerta öll samfélagssvið ríkjana og þetta hefur gengið nokkuð ágætlega, auðvitað náttúrulega er sagan svolítið einkennd af því að þetta eru fyrst 6 ríki og síðan fer þeim fjölgandi, sérstaklega eins og til dæmis 1986 þá koma inn Spánn og Portúgal. Það er mikið stækkunartímabil á árinu 1995 til 2007. Þá koma í raun og veru ríki einkum frá Mið- og Austur-Evrópu inn í þetta ríkjasamband. Það er til dæmis stór stækkun á Evrópusambandinu 2004 þegar 10 ríki í Austur-Evrópu koma inn í sambandið og þau standa svona margar þeirra þjóða og þau eru, og við komum kannski betur að því á eftir, en þetta eru mörg hver ríki sem ekki eru greiðendur eða sem sagt ekki nettó greiðendur inn í Evrópusambandið. Þeir taka sem sagt meira út úr því heldur þeir skila inn í það. Kannski förum aðeins bara sérstaklega yfir þá eftir hvað þetta hugtak þýðir að vera nettó greiðandi. Já, en sko það kannski svona í sögulegu samhengi. Þá er kannski mikilvægast að átta sig annars vegar á þessari Schuman-yfirlýsingu sem að það sem í raun og veru þetta markmið er sett niður strax í upphafi þessa federalísku stöðu sambandsins og síðan í raun og veru þetta einkenni á sögu Evrópusambandsins, sérstaklega núna í seinni tíð, svona kannski síðustu 20-30 árin, þar sem að stöðugt fleiri málaflokkar sem að heyra undir sambandið, í fyrsta lagi, í öðru lagi, margir þeirra málaflokka þar hefur svokallað neitunarvald sem var svolítið meginreglan í upphafi að hún er að hverfa hægt og rólega í málaflokki eftir málaflokki. Það eru í raun og veru í dag orðnir tiltölulega fáir málaflokkar þar sem að gildir svokallað neitunarvald, þar að segja það sem einstakt aðildarríki getur sagt nei við einhverju reglusetningu eða slíkt. Nú, síðan eru sem sagt í Evrópusambandinu eru þetta nokkra lykilstofnanir. Kannski aðeins áður en förum í stofnanir Eiríkur, að því þú varst að fjalla þarna neitunarvaldi, þetta skiptir miklu máli. Já. Þetta hefur kannski verið að þróast með þessum hætti en enga síður þetta er það þannig að
það eru þarna tiltölulega fá mjög stór ríki sem þurfa yfirleitt ekki með sér nema kannski 1 til 2 önnur ríki til að geta stoppað mál. Er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú, það er einmitt varðandi þetta neitunarvald. Það er auðvitað mjög mikilvægt sko að svona í allri seinni tíð þá er vægi ákvarðanatöku í Evrópusambandinu bara nánast á öllu leyti. Hún hvílir á íbúafjölda ríkja. Þannig að sem sagt, svona ákveðin lína, sérstaklega í mikilvægustu stofnun sambandsins sem er ráðherraráðið, að þar er í raun og veru línan svo í langflestum ákvörðunum að það þurfi að vera á bakvið það sem sagt 55% ríkja og 65% íbúa. Þetta er á mannamáli í raun það að svona stóru ríkin, Frakkland, Þýskaland, Ítalía, þau geta í mjög mörgum tilvikum í raun og veru bara náð sínu fram. Þau þurfa kannski 2-3 litla meðreiðasveina með. Það er einmitt þetta sem ég var að meina og velta fyrir mig þessar spurningu. Við kannski gerum þessu aðeins betur skil hér þegar líður aðeins á þáttin hjá okkur. Já. En það sem ég vildi kannski bara, af því við erum að ræða þetta með söguna, að það er svo mikilvægt að gera sig grein fyrir því að þessi, bæði þetta neitunarvald er komið þéttar og þéttar inn og það er í raun og veru þetta vægi litlu ríkjana. Þessi þróun hefur verið mjög á kostnað litlu ríkjana í Evrópusambandinu. Og þetta er afskaplega mikilvæg punktur þegar við erum að gera það upp í okkur sem bara einstaklingar, hvort við ætlum að veita stjórnvöldum umboð til þess að fara hér í viðræður, að átta sig á því að við erum og verðum alveg á nokkurs vafa, allra minnsta ríki Evrópusambandsins. Og vissulega er eitt lítið ríki þarna líka sem að heitir Malta, en þegar að inn er komið og þú ert undir svona reglur beygður, þá ertu bara einfaldlega, það var áhrifavaldið svo ofsalega takmarkað. Þú þarft að hafa svo rosalega fyrir því að ná upp þessum fjölda á bakvið kannski þitt málið og þína kröfu, vegna þess að meira eða minna ákvörðunartakan í Evrópusambandinu í dag, ólíkt því sem kannski var í upphafi, er þessi ákvörðunar hvíla á íbúafjölda fólks, ekki á ríkjum, hausatölu ríkjana ef ég má orða það þannig. Þannig að þetta er svona. Svo en sem sagt núna það má kannski segja það að svona frá þessum sögupunktum að í dag eru ríkin 27 í Evrópusambandinu og þau eiga náttúrulega með sér mjög víðtækt samstarf og málaflokkarnir sem að falla undir Evrópusambandið, þeim hefur líka fjölgað í gegnum árin. Þetta er mjög víðtækt samstarf og mjög víðtækt löggjafarvald sem er að baki þessu ríkjasambandi á öllum meginsviðum, ég meina innri markaðinum, í efnahagsumhverfinu, í umhverfismálum, í orku- og öryggismálum, jafnvel og meiri segja í félagsmálum, vinnuréttamálum, svona þættir kannski málflokkar sem er ekkert rosalega mikið í umræðunni. Við erum mjög fókuserið í umræðunni í þjóðfélaginu í dag á kannski 2 meginflokkar sem er sjávarútvegur og landbúnaður, skipta vissulega miklu máli þegar menn meta þessa spurningu sem þeir eiga svara núna í ágúst. Þarna ert þú kannski komið meira inn á í raun og veru dómsvaldið og löggjafarvaldið og þætti sem lúta þar á. Það er mjög áhugavert sem að við kannski, ef okkur gefst tími til þess að fara betur í það seinna, að við fórum náttúrulega hér í gegnum mjög þétta umræðu það sem að heitir bókun 35. Jú. Það var nú reyndar alltaf verið, svo umræða var svo slíkt undir því að við varum að innleiða bókun 35 sem var ákveðin misskilningi byggð. Auðvitað innleiddum við bókun 35 á sínum tíma en við gerðum það sem víkjandi reglu í íslenska rétt en ekki sem forgangsreglu, afturvirka. Og það mældist mikil andstaða meðal þjóðarinnar að fá slíkt yfirþjóðlegt dómsvald yfir okkur Íslendinga. Já, ég held að það sé alveg rétt mat hjá þér að það er bókun 35 frumvarpið hefur stundum verið kallað valdframsalsfrumvarpið
og vissulega hárrétt og það er kannski rétt í samhengi við bókun 35 sko, að þetta mál sem við erum að glíma við núna, þetta þjóðaratkvæðagreiðslumáli eða í raun og veru vegferðinu það hvort við eigum að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið aðild okkar að því, að þá er raun og veru afgreiður leið sko, bókun 35. Þetta er svolítið mál sem við erum að eiga við núna er 2 fyrir 1 sko, vegna þess að ef við förum inn í Evrópusambandið, þá er engin spurning það að reglur sambandsins njóta forgangs umfram íslenska rétt og þetta deila ekki einu sinni sko, þessar 2 hreyfingar ef við eigum að kalla það já og nei. Já, og nú kannski þess vegna einmitt sem að ég ákvaða svona að tengja þessa yfirferðina við bókun 35 því að þar var almenningur orðinn tiltölulega vel upplýstur hvað það myndi fela í sér en kannski tengingin við það að fara í aðlögunarviðræður við Evrópusambandið að þá er það náttúrulega eitt af stóru og stæðstu þáttunum innleiðingin á dómsvaldinu og boðvaldinu. Já. Og þá kemur upp þessi kannski þessar vangaveltur sem varða þennan frasa að fá sæti við borðið. Já. Því að þá heyrir maður oft því fleygt, já en er þá ekki betra að hafa sæti við borðið? Og það er svolítið áhugaverð vangavelta því að sko langflestar ákvarðanir í ráðherraráði Evrópusambandsins eru eins og nefndir áðan, þessi hlutföll eru sko háðar samþykki 55% ríkjana eða 65% íbúafjöldans. Og þar erum við Þýskaland, Frakkland, Ítali og Spánn hafa 58% íbúana á bakvið sig og jafnvel þó öll hin ríkin 23 tækju sig saman þá þyrftu þau engu að síður að minnst okkur eitt af þessum stóru ríkjum í lið með sér til þess að hægt var að taka ákvarðanir. Og svona til að setja það í einhvern kannski ennþá svona auðlesnari samanburð að þá var í Ísland með sko 0,08% af þessum íbúafjölda. Já. Þetta eru lykiltölur þegar við hlustum á svona frasa eins og að fá sæti við borðið. Og í raun og veru sko þetta 0,08% hlutfall, þetta er 0,08% gætt af því. Þetta er ekki sæti við borðið sko. Þú hefur í raun og veru ofboðslega takmörg áhrif í ráðherraráðinu og einmitt eins og nefnir þessa reglu með þess að ákvarðanataka fari fram með 55% ríkjasambandsins sem hafi þá 65% íbúafjöldan á bakvið sér. Þetta þýðir á mannamáli það, eins og þú sagðir ágætlega hérna áðan, að minni ríkin í raun hafa 4 ríki sambandsins svo gott sem neitunarvald gagnvart öllum ákvörðunum. Vægi þeirra er miklu meira heldur en þessa minnstu og litlu. Já, og svo stendur jafnvel til núna, skilst mér að svona innleiða neitunarvald, meðferð á þessu neitunarvaldi þannig að það líði mun lengri tími frá því að ný ríki ganga inn og þangað til þau öðlast einhvers konar neitunarvald. Og svo er náttúrulega sko í þessu samhengi til að, ég held að segja svo mikilvægt að fólk heyri þessar tölur. Viðmiðið sko er að samaskapi að fyrst og fremst íbúafjöldi ríkjana, eins og við segjum, tilfelli Evrópusambandsins. Þannig hefur Þýskaland til að mynda 96 þingmenn af þessum ríflega 700. Til samanburðar hefði Ísland 6. Og það er ekki einróma samþykki sem þarf, heldur bara meirihluti. 50 og 5%. Og það er svolítið gaman að svona, ég veit ekki hvort að almenningur er mikið að velta þessu fyrir sér svona þegar það er að skutla krökkum í skólan og koma sér í vinnuna. Að sko, ef þetta er sett í eitthvað samhengi sem við kunnum og þekkjum, ef þetta væri til að mynda þessi 6 aðilar væru ígildi þingmanna og alþingi Íslendinga, að þá er þetta í raun og veru staðan enn verri í ráðherraráðinu. Þar væri vægið svona það bil á við 5%. Í einum þingmanni. Í einum þingmanni. Það er sætið við þið raunverulega sætið við borðið. Já, í ráðherraráðinu sem er raun og veru sko valdamesta stofnunin. Já, þannig að þetta er meira svona eins og kollur út í horni en ekki sætið við borðið. Já, og svo er þetta með þingið, sko þar ertu með 6 þingmenn af 720
og það sko, ef þú setur það á hlutfall alþingis Íslendinga, þá það sko, þá það hálfur þingmaður af þessum 63. Já. En það ágætt einmitt að skoða einmitt þennan samanburð, bara til þess að átta sig á því hvað þetta sæti við borðið svo auðvitað það. Evrópuþingið hefur takmörku völd. Það mikilvægt að átta sig á því þegar við erum að svara þessar spurningu sem við spurðum hérna í upphafi, hvað ESB? Að Evrópuþingið ekki löggjafinn per se, því að það framkvæmdastjórnin. Nei, það má ekki. Nei. Það má ekki setja lög. Það sérst framkvæmdastjórnin sem kemur með tilskipan og reglugerð til þingsins. Og þetta þing, og það hafa verið skrifað bæði lærðar bækur og fræðigreinar og í raun og veru það sem við köllum á ensku common knowledge, sko, að flokkadrættirnir á Evrópuþinginu, þeir eru miklir. Og ef við teljum kjördæmapót á Íslandi vera talsvert, sko, ef einhver á þeirri skoðun, þá kjördæmapót á Íslandi bara einfaldlega ekki búin að hitta ömmu sína, sko, þegar kemur á Evrópuþinginu. Það bara þannig. Þar kynnast með lobbyism á öðru leveli. Á öðru leveli. Já. Og það hefur marg oft komið í ljós. Þetta ágætt, Eiríkur, tikkar áfram tíminn og við kannski svona höldum aðeins áfram með það sem við vorum fyrirfram búin að ákveða við vildum fjalla Já. Og það eitt af því sem lykilatriði, minnst okkur mínu mati, ég hugsa að þú deilir þegar ég hugsa með mér, það að áður með göngu til þessar atkvæðagreiðslu að fólk kunni skil á þessum hugtökum sem munu dynja á þeim í allt sumar. Og eitt af því til dæmis sáttmálarnir allir, Já. Sem hafa verið gerðir. Já. Og mér nú verið tamt að tala svona stoppsáttmálan, svona grunninn á bakvið þetta og þú kannski, að því ég veit þú kannt þetta allt saman upp á 10. Þú kannski rennir aðeins yfir þetta Eiríkur á mannamáli, þannig að sé auðvelt að hlusta og skilja hvað í þessum hugtökum felst, því að fólk að nokkru leyti, heyri ég og finn á þeim spurningu sem ég að fá, aðeins að rugla saman einhverjum svona sérsamningum og sérlausnum og tímabundnum undanþágum og svo gagnvart svo hinum raunverulega grunnsáttmálan. Já. Og kannski ekki rétt Eiríkur að við förum aðeins yfir það. Jú, það bara mjög góð pæling, sko, því þetta mjög mikilvægt. Sko, eins og þú sagðir, sko, menn heyra þetta gjarnan í fjölmiðlum og í umræðinni, sko, sáttmáli Evrópusambandsins eða Evrópusáttmálarnir, og hvað þetta? Sko, þetta í raun og veru grunnreglur Evrópusambandsins og það má segja að grunnreglur Evrópusambandsins sem stundum kallaður frumréttur, sem reyndar mjög mikilvægt lögfræðilegt hugtak þegar við ræðum Evrópusambandið, að þetta eru 2 sáttmálar. Þetta annars vegar sáttmálinn Evrópusambandið, sem á ensku kallast Treaty of EU eða Treaty of the European Union, og það má segja að þessi sáttmáli sé í raun og veru þessi stjórnskipulegi sáttmáli. Hann skilgreinir, sko, markmið Evrópusambandsins og grundvallargildin og stofnanir sambandsins og utanríkis- og öryggisstefnu. En síðan erum við með annan sáttmála sem í raun og veru miklu stærri og viðameiri, sem að heitir þá á íslensku sáttmálin starfshætti Evrópusambandsins eða sem sagt stundum skammstafaður TFEU, það að segja TFEU. Þetta stæðsti og ítarlegasta plaggið og fjallar innri markaðan, samkeppnisreglu, landbúnað, í raun og veru allt hitt, og þá eigum við grunnreglurnar og þessir 2 sáttmálar, þeir saman mynda það sem við köllum frumrétt sambandsins, og það þessi frumréttur sem og þessi staðan sem svo mikilvægt að hafa í huga þegar við förum síðan að vinna og tala og fjalla undanþágur, sem hefur verið mikið í umræðinu hér í þjóðfélaginu, vegna þess að hér á landi og í þessar umræðu hefur því miður verið farið allt of fjálglega og frjálslega með hugtakanotkunina undanþága. Já, einmitt. Sko, það sem kallast þá varanleg undanþága, hún
getur og ekki varanleg nema að það sé gerðar einhver breyting eða einhvers konar bókun við þessa sáttmála sem ég var að fara yfir áðan. Með öðrum orðum ykkur, til að fólk átti sjá þessu, Já, að þegar verið að tala einhverjar reglugerðir, já, ég get nefnt í þessu dæmi til að auðvelda þér að útskýra kannski betur. Nú oft sagt, já, fengu ekki hérna, Svíar og Finnar undan þá frá til handa landbúnaði norðan 62. breiddargráðu. já, Að þá það einmitt dæmi það sem að þú ert að segja sé ekki. Það að segja, það er bara reglugerð. Já, það raun og veru það sem að kalla sérlaus. Kannski rétt að ég fari aðeins yfir einmitt þessar sko undan þáur, svona bara á hundavaði sko. En sem sagt, þegar við ræðum sem sagt varalega undan þá skiptir svo miklu máli að átta sig á því að það undanþága sem myndi þá fela í sér breytingu eða einhvers konar bókun og viðauka við þessa sáttmála Evrópusambandsins sem að öll aðildarríkin 27 nákvæmlega yrðu þá að samþykkja. Akkúrat, það nefnilega það sem og sko í raun og veru eftir gerð Lissabonsáttmála 2009 þá í raun og veru þessi tveir sáttmálar sem ég nefndi hérna áðan, það sé að sáttmálu starfshætti Evrópusambandsins og svona stjórnskipunar sáttmálin. Þeir bara síðan Lissabonsáttmáli gerur reyndar saga Evrópusambandsins svolítið þessi að það nánast útilokað að fá öll 27 ríkin, þeim fjölgar og þetta alltaf flóknara og flóknara, að gera breytingar á frumrétti bara nánast útilokuð staða. En hér verið að ganga fram að mjög mörgum aðilum í þessu landi og það bara látið að því liggja bara eins og það sé eitthvað sem bara vel kljúfanlegt að fá breytingu á sjálfum Evrópusáttmálanum að 400.000 manna þjóð inn í 450 milljón manna ríkjasambandi fái hér breytingu í gegn hjá 27 aðildarríkjum til að fá varanlega undanþágu. Ykkur að dvelja örlítið lengur við þetta, því þarna við í raun og veru að ræða kjarna þeirrar umræðu sem að mun fara fram núna í sumar. Já. Það að segja að ef að hægt að matreiða umræðuna þeim megin frá sem að stuðningsaðilar þessa gangi í Evrópusambandið munu nota, þeir munu spá í að gæta þess að nota einmitt hugtök eins og undanþágur tímabundna aðlögun, þeir munu nota hugtök eins og sérlausnir sem að ávið til dæmis dæmi sem ég nefndi áðan varðandi landbúnað á Finnum til að mynda, sem í raun og felur ekkert annað í sér en heimild Finna til að styrkja eigin landbúnað norðan 62. breiddargráðu. Þannig að náðarsamlegast fá Finnar að styrkja sinn landbúnað norðan 62. breiddargráðu. Og þetta það sem þú ert að fara yfir núna, algjört grundvallaratriði held ég, að allir gerir sig grein fyrir áður gangin í kjörklefan. Að það sem verið að segja okkur, að það sé ekkert mál að fara og semja hér til að mynda megin þætti íslensks samfélags og íslensk atvinnulífs og íslenskra verðmætasköpunar, að það séu bara einhverjir þættir sem ekkert mál að semja við embættismenn í Brussel, en þetta ekki alveg þannig. Nei, bara alls ekki og þú veist, í einmitt þessar umræðu sko, vegna þess að það svona látið mjög létt að því liggja sko, segjum bara já í ágúst og sjáum svo bara hvað við fáum. Við getum ekkert vitað hvað við fáum. Það svona talað eins og þetta liggja ekkert fyrir, þetta sé svona hjúpað einhverjum leyndarhjúp. Og við aftur hinn sem svona kannski meiri efasemdar fólk það að við eigum að Ísland eigi að sækja aðild að Evrópusambandinu, að okkur lega á hálsi fyrir að vera sem sagt að fullyrða eitthvað eða eins og við séum einhverju besservissarar eða jafnvel bara einangrunarsinnar. Sko, ekkert fjarri sanni. Ég persónulega til dæmis bara mikill alþjóðasinni og ég get tekið undir það með og ég fagna mjög þeim rétti okkar Íslendinga sem að fylgir fullveldinu að geta gert alla þá fríverslunarsamninga sem okkur hugnast. Sem einmitt dæmi hlut sem að fer út þegar við færum þarna inn, við getum það ekki gert fríverslunarsamninga lengur við önnur ríki. Og þeir fríverslunarsamningar sem við höfum nú þegar gert. Já, þeir fara líka. Já. Það alveg rétt. En af því að þú vékst að þessu ágæta máli þarna með bæði hvernig málin matreidd í umræðunni, í samfélaginu og
sko, varðandi þessar undanþágur, sko, þetta liggur allt mjög vel fyrir og þetta eru mjög þekktar, mjög opnar, mjög gegnsæjar reglur sem við erum núna að fjalla innan Evrópusambandsins, hvernig sem sagt aðildarviðræður fara fram, hvað er mögulegt þegar varðar undanþágur og hvað ekki og nú er ég búin að fara aðeins yfir þetta eðli sko varanlegar undanþágur, hvað það þýðir að fá varanlega undanþágur en sko og varðandi það að sko þá eru bara mýmörg dæmi fyrir framan okkur sko aðildarviðræður annarra ríkja sem segja okkur alveg hvernig þetta mun fara. Ég meina, tek dæmi, fyrir rúmlega 30 árum þá var Noregur í viðræðum aðild að Evrópusambandinu sem þeir reyndar kusu svo að fara ekki inn, skilurðu. Þeir gerðu kröfu það að fá varanlega undanþágu sinn sjávarútveg vegna þess að við gjarnan hér á Íslandi talað það að sjávarútvegsmálin séu kannski mikilvægast í málaflokkurinn þó ég haldi nú að landbúnaðurinn sé líka mjög mikilvægur en sem sagt punkturinn er þessi Noregur óskaði eftir og krafðist þess að fá varanlega undanþágu og meðal annars á þeim grunni að sem sagt, þeir mættu þá stýra öllum fiskveiðum hérna norðan 6000 og annarra breytakagróðu. Þetta er ekkert ósvipu krafa og var verið að véla hér í umræðunni í Silfrinu í gær þar sem menn létu nú bara algjörlega að því liggja að það myndi nú koma hérna einhver undanþága íslenska sjávarútveg en tökum Noreg fyrir 30 árum sko þegar var í raun og voru jafnvel eitthvað auðveldara að fá einhverja almennilega undanþágur heldur en núna að þá spurðu þeir eða kröfðust þess að fá varanlega undanþágu frá sjávarútvegsstefnunni. Það var nei við því. Þeir fengu bara aðlögunartíma upp á 3,5 ár. Það var dýllinn. Malta óskaði eftir því að fá undanþágu sinn sjávarútveg. Það er eyja eins og okkar, 500.000 manna þjóð. Nei, engin varanleg undanþága. Þeir fengu hins vegar ákveðna sérlausn hluta á sínu sjávarútvegi og húsnæðismarkaði. Þetta er bara dæmi, bara frekar svona nýleg dæmi. Við höfum fleiri nýleg dæmi. Við höfum mörg fleiri nýleg dæmi. Við höfum dæmi frá Írum. Hvað segirðu? Írar. Já, Írar og einmitt, það er þá kannski næsta undanþága sem er einmitt sérlausnin sem að hérna og hvað er sérlausn? Að sko sérlausn felur í raun í sér sko afmarkaða stjórnsýslubreytingu innan ramma regluverks bandalagsins. Þetta er mikilvægt. Það er að segja bara stjórnsýslubreyting á reglunni en hún breytir sérlausn felur ekki í sér neina breytingu yfirstjórn á viðkomandi málaflokki. Nei, og þetta er punktur sem er nauðsynlegt að allir sem ætla að kjósa í 29. ágúst séu meðvitaður þessar sérlausnir á einhverju regluverki þær breyta í engu sko boðvaldinu, yfirvaldinu sem er eftir sem áður bundið við sáttmálana. Alveg klárt og alveg rétt hjá þér Þorgrímur. Sko varanleg undanþága það þýðir breyting á frumriti. Sérlausn þýðir í raun að þú færð, ákveðna það sem kallað er sérlausn en hún er alltaf Evrópusambandið framkvæmdastjórnin getur alltaf breytt því. Já. Og Írarnir fengu nú heldur betur að finna fyrir þessu bara núna síðustu jól. Þess vegna fannst mér einmitt svo áhugavert á meðan þú varst að útskýra muninn á þessu að nefna Írana því ég hef trú á því með þau samtöl sem ég hef átt og að Írar hafi talið sig og upplifað sig árum saman hafandi verið með varanlega undanþágu þangað til að það kemur í ljós ákveðin reglugerð er bara ekkert framlengt. Sko þarna vil ég aðeins leiðrétta pínlítið bara til upplýsinga fyrir hlustendur okkar að Írarnir sömdu það að þeir fengu enga varanlega undanþágu fyrir sjávarútveginn. Þeir báðu það, þeir fengu hann ekki. Nei, þeir fengu hins vegar sérlausn og sérlausnin þeirra fólst í því að þeim mætti að vera tryggður ákveðin lágmarksaflahlutdeild í hinu sameiginlega regluverki sjávarútvegs sambandsins ákveðna lágmarks aflahlutdeild og þetta gekk eftir í þó nokkuð langa tíma. Svo kreppti skóinn að svona á heildarsvæði Evrópusambandsins og þá tóku bara stóru ríkin ákveðna ákvörðun
litu bara alveg fram hjá þessari sérlausna reglu Íra sem átt að tryggja þeim ákveðið lágmark og ákváðu bara annað og Írarnir sátu bara uppi með það. En þetta er það sem að alltaf er hægt að gera í raun og veru með allt sem að heitir eitthvað tímabundið eða sérlausni sniðnar ákveðnum þjóðum, að það er einhliða breyting á því. Það á sér ekki staðan neitt samningur aftur, Nei. heldur kemur einhliða breyting frá Brussel. Já, og sko aftur að þessu vegna þess að sko varaleg undanþága og sérlausn og hvernig í raun og veru sagan sýnir okkur það að svona í allri seinni tíð Evrópusambandsins er í raun ekki hægt að fá varalegu undanþágurnar. Dæminu varalegu undanþágurnar, þetta eru allt orðnar 50, 60, 50, 40, 50 ára gamlar varalegur undanþágur. Ég menna að Danmörk hefur í einhverju skilningi varalega undanþágu sem er í raun og veru yngsta varalega undanþágan frá evrunni og EMU skilurðum og EMU samstarfi en og Bretar sko, sem að sömdu þetta 1972 sko, fyrir 53-4 ára síðan í seinni tímasögu er ekki til neitt dæmi varalega undanþágu og ekkert, svo því sem ég haldið til haga því að það verður þessi mikla fjölgun ríkja í sambandinu þarna á tímabilinu sem að hvað endar 2004 vantarlega eitthvað svoleiðis að frá þeim tíma og nú bara langar mig að spyrja þig beint út og svona helst sem er nú alltaf erfitt í pólitík og jafnvel ennþá erfiðar í lögfræði að fá já og nei svar en ég held að það skipti miklu máli fyrir bara einfalda upplýsingagjöf til handa þeirra sem ætla að taka þátt í þessari þjóðarkökgreiðslu sem verða vonandi sem allra flestir hefur verið veitt varanleg undanþága frá einhverjum af þessum stoppsáttmálum þar að segja skrifaður viðauki þá við stoppsáttmálan eða eitthvað slíkt eftir 2004. Ég ætla ekki að fullyrða það. Ég held að það svari við spurningum sé nei. Ég ætla hins vegar að sko setja þetta aðeins í samhengi við okkur því að það er svo mikilvægt fyrir kjósendur sem er einmitt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þeir átti sig á þessum þætti vegna þess að í einmitt sáttmála Evrópusambandsins, það er að segja sáttmálan starfshætti Evrópusambandsins, þar segir í 3. grein hans að sjávarútvegsmál og úthlutu bara aflaheimilda og sem sagt bara lykil þættir í ráðstöfun sjávarútvegsauðlinda þau hvíla hjá Evrópusambandinu, bara samkvæmt Evrópusáttmálanum og það þýðir þá að vegna þess að hér er held ég flestir meiri segja fólk sem að vill kíkja í pakkan eins og það heitir það vill sjá varanlega undanþágu á sviði sjávarútvegsmála sjá undanþágu fyrir okkur þannig að við getum ráðið þessar auðlind sjálf og okkur þykir þetta mikilvægt en þegar þetta er mátað við sáttmálan, Evrópusáttmálan þá er alveg ljóst að sjávarútvegsmálin hvíla þar undir sem þýðir að við þurfum þá að fá varanlega undanþágu annað er ekki í raun fullnægjandi og sagan sýnir okkur kröfurnar sem að ríkin á undan okkur hafa gert í þessu varanlega undanþágu frá sjávarútvegsstefnunni það hefur ætíð verið nei við því það er ekki til dæmi ríki í Evrópusambandinu sem hefur fengið undanþágu frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins þannig að liggur alveg fyrir í raun það liggur alveg fyrir að þessi 400 manna þjóð með sína aðildarumsókn að sækja þessa varanlegu undanþágu og fá 27 aðildarríki til að samþykkja það er afar brött brekka ef ekki útilokuð og fordæmin sýna og segja að ríkin önnur á undan okkur hafa aldrei fengið þessa undanþágu. Og við höfum reynt þetta áður, við skulum ekki gleyma því. Við höfum áður lagt á stað í þessa vegferð og ætlað að sækja þessar undanþágur. Í því samhengi Þorgrímur, mjög góður punktur, vegna þess að við erum núna í spurningu og í þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að aðildarumsókn okkar frá 2009 verði bara endurvakin. Það þýðir að
allt ferlið sem framöndan, ef þjóðin segir já, hvílir á þeirri vinnu sem var búið að vinna í fyrri umferð, þar að segja á árunum 2010-13. Og þar bara heilmikið af upplýsingum, Þorgrímur, það hvað er í raun og veru bara búið nú þegar og liggur fyrir nú þegar. Og að því ég var að tala varalega undan þá frá sjávarútvegsstefnunni, að þá til að mynda liggur fyrir frá 27. júlí 2010 svo kallaður samningsrammi sem sagt Íslands við Evrópusambandið. Og þetta eitt mikilvægasta skjalið í öllum aðildarviðræðum. Þetta nokkurs konar reglubók eða getur kallað stjórnarskrá aðildarviðræðu milli sambandsins og einhvers einstaks ríkis. Og leyfir aðeins að klára þetta vegna þess að í þessum samningsramma, hann uppalega gerður í drögum af hálfu framkvæmdastjórnarinnar og svo fer þetta sem sagt inn til einstakra ríkja til umsagnar og til Þýskaland sem annað áhrifamesta ríkið í sambandinu, afgreiddi í raun og veru þennan samningsramma Íslands á sjálfu þýska þinginu. Og þar var bara þverpólitísk ákvörðun tekin, vissulega studdu Þjóðverjar það að Ísland kæmi inn í Evrópusambandið, en þeir voru mjög skýrir á því í sinni ákvörðun að Íslandi skyldi ekki veitt nein varanlegu undanþága frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það var alveg skýrt. Já, já. Og nota bene, ég alveg klár á því að vegferðin sem á að fara í núna, hún á að fjalla það. Hún á bara bókstaflega að það á að taka upp þráðin bara þar sem frá var horfið 2013. Og þar með liggur þá miklusti fyrir nú þegar, áður en við tökum þessa ákvörðun núna í ágúst, að áhrifamesta ríkið í sambandinu búið að álykta formlega á sínu þingi, sínu alþingi, að Ísland skuli ekki fá varanlega undanþágu frá sjávarútvegsstefnunni. Þetta gefur, kannski dveljum ekki mikið lengur við þetta í bili, förum aðeins kannski meira inn í núna næst kostnaðin, en ég vil þó segja svona í lokin á þessu Eiríkur að ég held að fyrir þá sem eru svona sæmilega kannski pólitískt læsir að þá liggi nú kannski þarna líka ákveðin skýring á því að hverju utanríkisráðherra lá svona mikið á að semja makrílinn. Því að þar var auðvitað búin að vera ástendingasteinn milli Íslendinga og Evrópu. Já, eins og Össur Skarphéðinsson fyrirverandi utanríkisráðherra sá sem stýrði leikritinu á sínu tíma. Ég meina hann hefur bara sagt það mjög hreinskilnislega í viðtali frekar nýlu í Vísi 25. mars síðastliðinn að viðræðurnar slitnuð á sín tíma út af makríldeilunni. Við kröfðumst þess að fá hlutdeild í deilistotum makrílsveiksins að hann streymdi hérna inn í okkar lögsögu og hvað einmitt Þorgerður búin að gera fyrst áður en að þetta mál fær sína vegferð hér? Jú, hún búin að semja einmitt þessi erfiðu mál til að tryggja einmitt að það verði nú engin sprengja í þessu, fá hún hér umboð, algjörlega opið umboð til þess að víla og díla við Evrópusambandið aðild Íslands að því, sko. Það einmitt þetta sem við höfum stundum verið að benda á þegar við segjum að vegferðin sé hafin. Já. Að það hægt að gera alls konar samninga sem að hinga til hafa þótt algjörlega ófullnægjandi gagnvart okkur Íslendingum. Það hægt að gera alls konar slíka samninga til að auðvelda ferli sem framundan, komast aðeins lengra. En ég hygg nú samt, Eiríkur, svo við höldum því til haga og það verið dokumenterað hér mjög vel þegar upp eru staðið, að það eitt og sér mun ekki duga til að íslenska sjávarútvegsstefnan lifi af í baráttunni við sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. En að þessu sögðu, Eiríkur, þá langar mig aðeins að velta fyrir mér, því við höfum líka verið spurt allt út í þessa umræðu að því við erum alltaf að tala um kostnað. Og svo heyrir fólk í hina röndina, já en það hægt að fá svo mikla styrki frá Evrópusambandinu. Alls konar styrki fyrir dreifbýli, ákveðnar atvinnugreinar, landbúnaðinn jafnvel, þó þeir séu reyndar, eins og ég nefndi með Finnana áðan, norðan 62. breiddargráðu, þetta eru löndin sjálf miklu betur í stakk búin til að vega þá að meta hvað þarf að styrkja og með hvaða hætti styrkinni nýtast best, hvort sem til framleiðslu, nú eða gagnvart byggðasjónarmið. En látum það aðeins liggja milli hluta. Förum aðeins bara beint í kostnaðinn svona versus styrkina.
að loksins hafðist það nú af í þessari umræðu sem að kom nú hér inn með dálítið látum í þingi því hún var nú ekki einu svona þingmálaskrá. En hér sett á dagskrá svona, já, það í það minnst svo tilfinning sem ég hef upplifað niður í sal, að það hafi þurft mjög stórt og mikið mál inn í þingsal til að létta á umræðinu verðbólgu, vexti, hækkandi atvinnuleys og svo framvegis. En það svo sem ekki umfjöllun þessa þáttar, þannig að við kannski stoppum ekkert með það, en það held ég sé ástæðan fyrir að máli kom miklu fyrir heldur en upphaflega hafi verið áætlað og þegar við ræðum þetta út frá þessu, styrkir eða kostnaður, að þá, eins og ég segi, náðist það loksins fram í þessari umræðu og ég held ég hafi meiri segja fyrst heyrt af því bara í podcast þætti, þar sem að verið að tala við háttvirtan formann utanríkismálanefndar, Pavel Bartošek, þar sem hann viðurkennir svona beint í fyrsta skipti og segir setninguna, jú, vissulega verðu við nettogreiðendur. Alla skýringarna sem fylgdu eftir það, svo sem skipta ekki öllu máli. Það var bara, og eftir það var náttúrulega bara alltaf fleiri og fleiri sem stigu fram og viðurkenndu þetta. Meðal stuðningsmanna þessa Íslandsgangi þannig. Jú, Ísland verður nettogreiðandi. Mér persónulega fannst þetta aldrei fá nógu mikla umfjöllun. Mér fannst fjölmiðlar ekki kveikja á perunni hvað þið var verið að staðfesta. Á þess ég ætli að fara í einhverja upptalningu af fjölmiðlum og þá voru til að mynda áberandi þögn frá svona sumum fjölmiðlum. Af því að þarna var risa tímamót í umræðina að ræða. Því að vera nettogreiðandi, svo fólk átti sig á því, að þá ágætt að taka dæmið af Króatíu. Þar að ræða þjóð sem gekk í Evrópusambandið 2013 og hefur síðan þegið í greiðslur frá Evrópusambandinu 26 milljarða evra. Íslendingar eru ekki vanir kannski að fjalla mikið svona upphæðir, en það var þegið í greiðslur 26 milljarða evra frá 2013, en á sama tíma hafa þær greitt inn í sambandið 6 milljarða evra. Þetta tiltölulega þægilegt reiknistæmi. Þetta þýðir að þarna hefur Króatía fengið 20 milljarða til sín, milljarða evra, meira heldur en það hefur greitt. Og ég held að sé nauðsynlegt ykkur að reikna þetta yfir í íslenskar krónur. Já. Til þess að fólk átti sig á stærðunum. Það hef ég nú sjálfur reynt að gera, Þorgrímur, vegna þess að reglurnar eru tiltölulega gagnsæjar þó að séu nú kannski ekki alveg einfaldar. Það eru í raun og veru tveir svolítið svona gjaldstofnar sem eru undir varðandi það sem við skulum bara kalla hér aðildargjaldið. Það er að segja, og það er rétt sem þú segir, þetta gríðarlega mikilvæg punktur og hefur fengið og færir nú alveg fáránlega litla umfjöll vegna þess að leið og við erum að taka ákvörðun hvort við ætlum að veita þetta umboð til að sækjast þetta aðild að Evrópusambandinu. Aðild að Evrópusambandinu mun þýða skattahækkun og skattahækkanir fyrir íslenskan almenning. Það liggur alveg fyrir og hvað á ég við með þessu? Samkvæmt þeim reglum sem aðildargjaldið gilda, þá hvílir það á ákveðnu hlutfalli tekjuskatts og síðan ákveðnu plastgjaldi. Þegar að við setjum þá parametrareglnana inn í íslenskt efnahagskerfið, sem er tiltölulega sterkt efnahagskerfi, eitt af sterkasta í Evrópu, að þá reiknast mér til, og þetta er ekki konkrét tala, en hún er svona einhvers staðar í kringum þetta pluss mínus, 30 milljarðar, sem við á ári munum þurfa að borga sem ég kalla aðildargjaldið. Rétt hjá þér, við alveg ljóst, Ísland verður nettogreiðandi og það helgast mjög af því að við erum mjög sterkt efnahagskerfi, eitt það sterkasta í Evrópu og meðal auðvitað þeirra þjóða, við verðum 28. aðildarríkið, þá verðum við sem sagt ein af þessum efnahagslega sterku þjóðum. Sem eru tiltölulega fá. Já, og ef við bara setjum þetta í samhengi hlutina, hvað á kílómetragjaldið að afla? Einhverja 7 milljarða. Við erum núna hér í umræðu, því hún nefndi þingi, það er verið að ræða hér innviðafélag þessa dagana hér niðri í þingsal.
þar erum við að horfa á alveg miskunnarlausa heimild fyrir prívatfélag til að taka gjald af afnótum okkar af samgönguinnviðum og það getur meira sér átt við suma þeirra samgönguinnviða sem nú þegar eru til vegna þess að það á að vera heimild til að leggja inn samgönguinnviðin í þetta félag, en þetta ekki málið. En gott dæmi ykkur við kannski aðeins að við erum aðeins að svona leita út úr hjólförunum þegar við erum komin í innviðafélagið, en mér langar að klára þetta dæmi aðeins með Króatíu til að fólk átti sig á þessum tölum, því að ég held að ef ég tala fyrir mig allavega, þegar ég heyri bara svona einhvern tölum hent fram eins og þarna þetta dæmi með Króatíu og það hafi fengið að þegið 26 milljarða evra á þessu tímabili frá 2013 á sama tíma að það greiddi 6 milljarða evra, að þá niðurstaðan sú að greiðslan sem hefur verið innt af hendi, hún upp á 2880 milljarða íslenskar króna. Sem Króatía, bara eitt ríki hefur fengið. Já, og að því að við erum nettógreiðandi, þá þýðir það á eins einfaldri íslensku svo hægt að við verðum eitt þeirra fárra ríkja innan Evrópusambandsins, kjósum við að ganga þar inn, sem að fara að taka þátt í að greiða þessar upphæðir til Króatíu. Þetta það sem að vera nettógreiðandi. Það að reyna að lyfta þessum stóru ríkjum sem eru að fá meira til sín, heldur en þeir að taka, heldur en þeir að leggja mörkum segið, og við ætlum ríflega 400.000 manna þjóð, þó hún sé vel stæð per höfðatölu, sem nú vinsæll leikur í Íslandi, þá ætlum við þessari 400.000 manna þjóð að fara að taka þátt í að vera nettógreiðandi, með öðrum orðum að lyfta þessum stóru ríkjum upp, og til viðbótar þessu þá eru framundan og hefur verið boðað stækkun á sambandinu, og þar sýnist mér fleiri ríki sem eru mjög sambærilegt dæmi við þetta, sem eru jo margar nokk bara veikustu ríkin, Moldóva, Úkraína, jafnvel Tyrkland sem reynda búin á listanum í 20 ára. En svona, ég vildi bara halda þessu til haga, hvað þetta þýðir að vera nettógreiðandi. Já, þetta bara mjög mikilvæg punktur, Þorgrímur. En síðan hefði ég viljað ykkur líka svona, að því að það svolítið sérstakt að sko, munurinn á því að fara núna á stað, segir þjóðin já, og þá hefjast þessar aðlögunar viðræður. En við berum það saman við þá ákvörðun sem tekið 2009. Að ég veit að þú ert búin að setja þig vel inn í þetta og verður þefur ekki skotaskuldin úr því að útskýra þá einfaldan átt að á þeim tíma var eitthvað sem ekki hefur tekist að draga fram í þessari umræðu sem voru algjörlega skýr samningsmarkmið, eitthvað sem menn nota alls konar hugtök, rauðalínur eða eitthvað slíkt, en að það sé lagt á stað með eitthvað skýrt umboð, svona máttu gera þetta og svona látt máttu ganga í þessu og svo framvegis. Okkur hefur ekki tekist núna, þrátt fyrir að hafa mikið bent á þennan mun, að þá hefur utanríkisráðherra og ríkisstjórnin öll algjörlega hafnað því að séu settar einhverjar línur í umboðið, fáið umboðið annað borð. Og ég veit ykkur að þú hefur settið vel inn í þetta. Já, þetta í raun og veru það sem bara af allir þinglegu meðferð þessa máls sem náttúrulega nú búinn sko, að þá finnst mér þetta held ég bara langskrýtnasti og athyglisverðasti punkturinn í leiðinni í öllu ferlinu. Að vegna þess að sko hér verið að biðja umboð til þess að endurvekja aðildarumsókn 2009 og árið 2009 þá var þingið hér mjög vakandi fyrir því og ríkisstjórnin í raun og veru var bara með í því að það yrðu sett hér rauð strik í sandinn við þessa vegferð. Þannig að Alþingi lagði umsókninni 2009 sem nú á að byggja á til ákveðin rauð strik. Þau voru skýr, þau fólu í sér varanlegar undanþágu frá í raun og veru þessum lykil auðlindamálum, sjávarútveginum sérstaklega og en á fleiri sviðum. Núna horfum við upp á það að jafnvel þó að hér hafi verið gerð sko tillaga við breytingu á þingsályktunum þjóðaratkvæðið og aðildarviðræðurnar. Þess efnis að bara einu mánuði áður en að þjóðaratkvæðið færi fram í ágúst, þá skildi stjórnvöld, utanríkisráðherrann, leggja fram samningsmarkmiðin. Þau eru reynda til nú þegar sko, en fékk bara tækifæri til þess að útfæra það með tillit til breytinga eftir 16 ára og svo framvegis og leggja þetta fram fyrir þjóðina áður en að kjósendur þyrftu að ákveða hvers konar umboð þeir ætla að veita utanríkisráðherranum í málinu.
algjörlega settust hér stjórnarmeirihlutin á það að hafna þessu, sem auðvitað alveg svakalega merkilegt vegna þess að þeirra svona óbáslega lítið land fer að sækja inn í aðildarferlið og hefur ekki nein rauð strik í sandinum og hér bara verið að gera í raun skýlausa kröfu það, Þorgrímur, að kjósendur í þessu landi þeir eiga bara að veita framkvæmdarvaldinu í þessu þjóðaratkvæði algjörlega opið umboð með engum línum, með engum skilyrðum til að víla og díla við Evrópusambandið. Og þetta finnst mér bara satt best að segja alveg óháð okkar afstöðu til málsins. Hvort við erum efasemda fólk þetta aðildarferli eða ekki, að svona land eins og Ísland með þá parametra sem að einkenna Ísland, að við skulum ætla að ganga inn í þessa vegferð án nokkura samningsmarkmiða, ólíkt því sem var í síðasta ferli, það bara stór skrítið. Já. Ég veit ekki hvað orði á að hafa yfir það, en þetta er bara beinlínis rangt að gera þetta svona. Þannig að þetta er nú eins og það er en Þetta er mjög sérstakt að það skuli ekki vera nein verkefna lýsing, ef maður getur kallað þetta sem það því að flestir sem takast einhvers konar störf, leiðangur, vegferð, já, þeir hafa í farteskinu einhverja lýsingu af því hvernig leiðin verður mörkuð og hvert markmiðið er. Já. En þarna er alveg sama hvað við gengum hart eftir þessu En það er kannski svona, ef við reynum aðeins að súmera þetta upp eftir þess að bara ágæta samtal okkar hérna, Þorgrímur, að það má kannski segja að eftir 30 ára viðveru okkar í EES-samstarfinu, þá vitum við ansi margt Evrópusambandið og hvað í því felst að vera aðili að Evrópusambandinu. Við vitum að aðild felur í sig framsal tiltekinna valdheimilda á sviðum sem að falla undir þessa sáttmála Evrópusambandsins sem ég fór hérna yfir áðan, og þetta framsal valdheimilda tekur til allra 3 megin sviða stjórnarskrár okkar, það að segja á sviði framkvæmdarvalds, á sviði löggjafarvalds og sviði dómsvalds. Og við vitum að ef við förum að inn, þá látum við frá okkur 2-stoða kerfi EES sem reyndist okkur einmitt svo vel í Icesave-deilunni, og við förum yfir í kerfi þar sem að dómstóll Evrópusambandsins hefur loka orðið. Og við vitum að þessi dómstóll Evrópusambandsins, hann er þekktur fyrir að fylgja mjög fast eftir meginreglum sambandsins. Og við vitum að við munum missa sæti við borðið varðandi deilistofna til fiskveiða í Norður-Atlantshafi. Og við vitum líka að tollvernd landbúnaðar hverfur með aðild að sambandinu. Og við vitum líka, eins og við vorum að fara hérna yfir áðan, að Ísland verður nettó greiðandi í sameiginlega sjóði sambandsins, og eins og ég sagði, það þýðir ekkert annað en hækkun skatta á Íslandi. Þannig að við erum í einhverju skilningi að taka ákvörðun það, núna í lok ágúst, viljum við hækka skattan okkar. Ég held, Eiríkur, þetta hafi bara verið tiltölulega góð samantekt svona í lokin á þessu spjalli okkar hér, í þessum þætti baráttan Ísland. Mér langar bara að þakka þér, Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður, varaþingmaður Miðflokksins og góður vinur, fyrir að sitja hérna með mér. Ég heiti Þorgrímur Sigmundsson og er þingmaður fyrir Miðflokkinn. Baráttan Ísland heldur áfram. Og ég hefði nú gjarnan kannski vilja enda þáttinn að spyrja áhorfendur, hvers vegna viljum við leggja af stað í leiðangur til að semja að fá mögulegar undanþágur frá einhverju sem við ráðum að öllu leyti nú þegar. Verið þið sæl.